Hérna sitjum við í stofunni heima hjá þér og þetta orðið hvað nýja vinnustofan þín? Já, það passar. Núna bara kenni ég heimilisfræði í eldhúsinu og íþróttir í stofunni minni. Þetta nú greinar sem kannski ekki svo auðvelt að kenna heima frá sér. Það öðruvísi að setja kannski mönnum fyrir einhverja kafla í bók en íþróttir og heimilisfræði. Það kannski reynir á að vera skapandi þarna. Algjörlega. Bara þetta búið að vera mikil áskorun. En alveg virkilega skemmtilegt. Þetta hefur hent manni bara í svona endurmenntun eiginlega í leiðinni. Hvernig maður getur fundið aðra lausnir fyrir nemendur. Þetta er bara mjög gaman. En nú kemur þetta að með mjög stuttum fyrirvara og það þarf að bregðast hratt við. Þannig að það er í raun bara búið að vera meiri vinna hjá ykkur frekar en minni þóttu séu farin að vinna núna heima frá ykkur. Já, ég myndi segja það og ég held að séu allir kennarar sem að vinna með mér í verkmenntaskólanum að sammála því að þetta hefur verið dálítið mikil vinna, mikla breytingar en við erum bara öll að reyna að gera okkar besta og mér finnst allir vera nokkuð léttir bara þegar maður heyrir í þeim. Við erum allavega að reyna að finna lausnir. En fjarkennsla, það er ekkert nýtt fyrir ykkur hér? Nei, í rauninni ekki. Við erum alltaf með fjarnemendur í áföngum þannig að við kennum rosalega mikið fjarnám en við höfum kannski ekki verið að taka mikið svona áfanga eða tíma í rauntíma eins og við erum að gera núna. Við erum að fara inn og við erum að hitta nemendur þegar að þeir eiga verið tímum. Við hittum þá bara eftir stundatöflu. Þannig að við höfum ekki mikið verið að gera að því en mér finnst alveg líklegt að það komi til með að vera núna eitthvað. Það verður orðið svona. En hvað með nemendurnar? Hvernig finnst þeim þetta allt saman? Herru, þeir eru bara sáttir en sem komið er og kom okkur bara skemmtilega óvart hvað mætingin var góð strax. Við höfum svona samt kannski aðeins verið að þau eru rosa mikið bara að koma í skólan bara upp í rúmi eða eitthvað svoleiðis. Ég er svona aðeins verið að biðja þau allavega um að standa upp og setjast við skrifborð og svona. En jú, þeir eru bara sáttir og fyrir suma er þetta bara auðveldara að koma svona inn í tíma heldur en að vera inn í bekk með 20 öðrum og þú ekki segja sína skoðun. Þannig að maður er alveg að heyra raddir sem nemendur sem maður heyrir ekkert alltaf inn í kennslustofun. Já, þannig að þetta hefur gríðarlega jákvæðar hliðar þá líka. Já, algjörlega, ég myndi segja það. En það er svona kannski aðeins sem þetta kenna þeim á þetta nýja, að kannski vera ekki í náttfötunum að muna að klæða sig á mótnana og búa sér til rútínu. Já, allavega þurfa þau að hafa svolítið fyrir því hreyfingu og ég segi þeim alveg þau verða að mæta í íþróttafötum og allt því að við erum vissulega að fara að taka á því þó við séum ekki út í íþróttahúsi. Hvernig, ef við tökum svona dæmi íþróttatíma í fjarkennslu, hvernig lítur svoleiðis tími út? Já, ég er svolítið mikið bara í alls konar æfingum. Ég set bara upp, ég er bara með dýnu á gólfinu og set upp æfingu. Við tökum bara uppbytun og það er kannski bara sprellikalla upp og ganga á staðnum og svo fyrir við eitthvað aðalþátt, tökum einhverjar styrktaræfingar, planka og hnébeygur og fleira. Ég fór með nemendum í hreyfibingó daginn, þar sem það voru allir bara með teninga og köstu og það kom einhver æfing og þá tóku bara allir æfinguna á sínum hraða. Þannig að maður reynir svolítið svona bara að spila þetta eftir höfðinu. En nú eru margir í þessari stöðu að þurfa að vera heima og loka líkamsræktarstöðum og margir reyna að gera æfingarnar heima á sér þannig að við höfum kannski bara mörg gott að því að geta verið í tíma með þér þessa dagana. Já, einmitt. Það hafa sumir einmitt spurt mig og einhverju spurði hvernig maður myndi skrá sig í heimilisfræðikennsluna hjá mér. Það væri bara svona eins og góður matreiðslu þáttur að koma að inn. Ég veit það ekki alveg. Þannig að En eins og heimilisfræðitími, hvernig lítur svoleiðis tími út? Já, það er skemmtilegur tími. Ég er enda bara búin að ég kenni bara einn heimilisfræðitíma á viku en ég nota þess bara aðferðina núna að ég var með eldaði og nemendur horfðu á í gegnum kennsluvefinn bara í rauntíma og svo verður rauninni þeirra verkefni að elda síðan fyrir fjölskylduna og taka myndir ef þið vildu til þess að sýna mér afraksturinn. Ég hitti þá síðan aftur núna í þessari viku þannig að þá fæ ég að sjá hvernig gekk hjá þeim. Þannig að þú ert að fá krakkana fram úr rúminu til að stunda æfingar og til að elda heima á þessu. Já. Það verður viðbrigði þegar þetta verður ekki til staðar. Nei, einmitt. Það verður það. Ég var einmitt að hugsa hvort ég ætti að gefa þeim einhver svona verkefni heimilisfræði og margt annað heldur en að elda og baka. Það er líka alveg þrif og fleira, það er spurning. Foreldrar eru alveg örugglega ánægðir með það. Já, halda þessu bara áfram. Já.
Finnurðu fyrir því, eru krakkarnir kvíðnir, eru einhverjar spurningar frá þeim sem að berast kennurum sem að þið þurfið að svara? Það var kannski hérna bara sko í aðdraganda samkomubannsins þegar við vorum ennþá í skólanum. Við vorum að pröfa kerfið af því að einhvern veginn bara skólastjórnendur voru bara mjög vel upplýstir hjá okkur og voru búin að upplýsa starfsfólk mjög vel að þetta gæti orðið staðan að við þyrftum að kenna heima og þess vegna vorum við öll búin að pröfa þetta og við vorum búin að pröfa þetta með nemendum og þannig að við vorum alveg að fá svolítið mikið af spurningum en samt ekki þannig að þau væru endilega eitthvað kvíðin fyrir sko COVID þannig séð, þú veist, en þegar við vorum alveg bara að fá svolítið spurningar út í hvernig verður námið og hvernig ætlar að kenna hreyfingu og heimilisfræði og við vorum svona eiginlega bara að segja að það væri bara okkar að finna út af því. Þið mætið bara í tíman eins og þið gerið, venjulega. En svo það þetta félagslega líka, svo við tölum það bara fyrir bæði krakkana og ykkur kennarana og þarna að nýta tæknina þannig að hún tengir saman en sundur ekki bekkjunum. Einmitt, nákvæmlega og við hefum svolítið verið að gera þetta starfsfólk. Við hittumst alltaf 2 á dag bara þegar það kaffi í stundatöflunni hjá okkur. Það alltaf korter yfir 10 og svo hittumst við aftur í hádeginu og það ótrúlega gaman að hitta fólk og bara spjalla og oft þetta eitthvað svona tæknilegt, maður þarf að spyrja kerfistjóran út í eitthvað tengt vefnum sem við erum að vinna og svo þetta bara hvað sem þú veist, það hefur verið tekin upp gítar og sungið og við bara reynum að hittast og við höfum svolítið hvatt hvort annað til þess að gera þetta því auðvitað erfitt að vera heima hjá sér allan daginn að vinna og við höfum svolítið mikið bara verið að hringja í hvort annað, þú veist, alveg eins og ég myndi standa upp og fara spjalla við samstarfsfélagið minn í næstu stofu að hringja þá bara í hann og spjalla eins við hann bara face to face. Þarna sér maður og kann kannski þá betur að meta gildi kaffitíma svona eftir þessu öllu líku? Já, algjörlega. Þetta alveg, já, það svo margt sem að maður svona finnur hvað maður hefur gott þegar maður svona missir það allt í einu.